Já, verið velkomin í Game2 spilar, svo að þessu sinni það leikurinn Hidden Agenda. Þetta nýjasti leikurinn í Playlink-seríunni. Við höfum tekið hérna fyrir That's You og nú það Hidden Agenda. Þetta eru leikir sem maður spila með að downloada appi í síman og maður stýrir bara með því en ekki hefðbundum stýripinnum. Ég mjög hrifinn að Já, þetta leikur þarna fer maður í hlutverk svona, þetta eiginlega eins og bíómynd, nema við þurfum að taka ákvarðanir, við erum sammála ákvarðanirnar og svo þurfum við fáum við jafnvel einhver verkefni og ég þarf að reyna að samfara út frá einhver forsendum sem ég fæ í síman. Þannig að þetta bara kemur í ljós. Ég in control, sjáðu. Núna getið stýrt hérna sem bendlinum. Og ég er ekki neitt bara. Nei, því að þú ert ekki in control. Frábært. Við fyrir bara new game. Þannig að eina sem við þurfum að gera er að vera sammála. Já. Og svo getur við erum aldrei að fara að komast áfram neitt. En það er þetta að fara í story mode. Þar sem maður bara, þú veist, að fara í gegnum þetta bara við saman. Svo er þetta að fara í competitive mode. Þar sem maður fer í að keppa við vini sína. Ef ekki bara leysa þetta saman? Fara saman bara, förum saman. Við ætlum bara rétt að sína fyrstu 10 mínúturnar. Þetta náttúrulega sögutráð, við viljum ekki spoila miklu. En þetta eru sögum að gera Until Dawn leikinn og við ætlum bara að væða þetta. Work together, þetta er ekki að fara að enda vel, sko. Heldur ekki? Ég verð að fara að vinna saman, sko. Ég hef enga trú á þér sem detective, sko. Nei, maður sjá. Ok, þú að koma líka hérna inn. Þarna er ég. Já, það verður 2, sko. Og við þurfum að vera sammála allar ákvarðanir sem við tökum, sko. Fyrst þarf maður að vita hvað við þekkjum, hvort annan vel. Ok, hver er svaðalastundin? Það er náttúrulega, ég veit, það vita allir. Það er ekkert gefið upp, sko. Segðu bara... Já, swipe up to choose, ok. Swipe til hliðar, já, þetta er alveg. Ok. No. Wow, það er búið að velja. Já, jafntöflan ég fæ að velja. Bara kjaftaði, segi. Þú valdir ekki sjálfa á það. Ég valdi sjálfum eins og þú, þess að fjalli þetta jafnt, sko. Já, þú veist, það er ekki sens að þú sért svalar undir pressum ég, sko. Wow, ég bara, þú veist, ég get jarðað allt, menn þú hleypur grátandi í burtu. Eina sem þú getur jarðað sjálfa þig. Já, ég veit það, það er þetta rétt. En það geta alltaf 6 manns spila leikinn. Það er þetta að raða fólki bara í eitt sófa og spila í gegnum söguna og þá þarf að samfæra alla og taka rétt ákvörðun og svo framvegis. Þannig að þetta lítur vel út, sko. Ég er mjög spenntur, mér fannst fyrir 2 leikirnir skemmtilegir. Já, mér finnst þessi Playlink-sería er helviti skemmtileg. Þetta er mjög sniðugt, að vera með svona bara Singstar er komið í þetta, Knowledge is Power eins og gömlu Buzz-leikirnir og svo náttúrulega þessi, Hidden Agenda, þú vilt spila með svona og svo er komið Planet of the Apes leikur sem er svipar þessi svona kvikmynd sem átt að svona stýra atburðarásinni. Það er mjög auðvelt svona að koma öllum inn í þetta. Já, þú þarf ekki að vera einhver gamer hérna til að geta verið, það er allir snjallsíma, sko. Já, það geta allir dottið inn í þetta og þetta er ótrúlega sniðugt form. Einfalt og gott. Líka ódýrir leikir. Nei, heyrðu hvað ranskot, þetta opnar sterkt. Maður á nærbuxum, fyrir framann vídeókamera. Þetta er bara svo fyrsta spöld fyrir þig. Hver hefur ekki verið í þessum aðstæðum? Þetta er náttúrulega mjög, þarna er ég á heimavelli, maður. Ösli, hvað er það með? Og með eitthvað svona belti. Helvíti, er það með klukku í nærbuxum? Já, klukku, Það er gaman að fá svona, hvað þarf að kemta í Costco eða? Svona klukkunærbuxur. Er þetta sprengja, þetta er sprengjur. Þú hélst ekki alveg að það væri klukka? Já, ég held að það væri með klukku í strengnum. Það hefur reynda fárlega gott. Þess bara hérna. Já, nei, ég þarf að drífa mig. Akkur ætti að með þér með klukku? Ég meina ef maður kannski, maður farið heim með einhverju dömu eða eitthvað og maður er að kíkja. Nei, ég held ég þurfa að drífa mig þetta maður. Þú ert náttúrulega aldrei í nærbuxunum, þú ert með einhverju dömu. Nei, ég þarf að Heyrðu, hvað er að gera? Það er alltaf að springa þarna. Jesús maður. Heyrðu, hvað er andskotin? Þetta er aldrei verið að svona sína þetta, þetta er útfrekar hægt svona í byrjun. Þannig að koma hann inn í þetta. Já, þú veist. Maður á nærbuxunum sprakk. Já. Það er basically inntakið. Það er gott. Svo 6 vikur seinna. Já, djöfull er þetta gott. Herru, við erum bara mættir hana. Hostage situation, við þurfum að leysa úr þessu. Nú, svo er komið biography update, þá getur maður valið það hér. Þá fær maður svona alls hverjir eru lögreglumennirnir. Officer Marnie and Nelson respond to a sighting of the trapper serial killer. Já, þetta er mjög gott, maður getur svona fræðst fólk og svona, þarna eru þau mætt. Já, er ég konan eða? Já, mjög líklega. Já, ég held að við þurfum að... Nei, ég er Nelson. Aha. Við erum ekki neitt, sko. Við þurfum að hérna bara velja. Og við getum ekki, við verðum að semja. Það verður að vera meirihluti fyrir ákvörðunni, sko. Annars bara... Já. Nei. Og maður hefur held ég 1 takeover card, þannig að þá get ég sagt þér, þú ert með, sko, þú ert með allt niður, ég þarf að taka núna charge. Og þá get ég hendur út. Vitandi það ég spila með þig, þá þyrfti ég að vera með svona 100 svona. Takeover card? Já, því ég veit bara að þetta er ekki fyrir ganga. Það er bara fáránlegt. Er ok? Þannig ég kom með 1 takeover hérna. Ég líka. Þannig ég er til í þetta. Sko, ég til að takeover. Jep, ég er búinn að taka yfir. Þú notar þetta bara strax, þú veist ekki hvað við erum að gera. Og hvað ætlum við að gera? Þú ert konan.
Ég segi bara, let's take the front door. Nei, þú tókst valið af mér. Ég veit það. Þú ert hvíta konan og ég svarti maðurinn. Sjáðu, nei, og þú hendir mér á undan. Já, ég sagði bara inn með þig. Og ég hérna kem, nei, við fyrir bæðið saman. Sjáðu. Þú sendir mig á undan, auðvitað. Já, ég sagði við fara beint inn framhurðina. Sko. Takk fyrir það. Þú hikar ekki. Steikt og geður eða splitta upp. Hvað segirðu? Ég segi, hefum ekki verið saman eða? Jú, verðum að vera saman. Til í það? Ég veit það er góður. Þú þarft mig til þess að... Wow, shit, maður á að skjóta á allt í þessu. Maður vinnur takeover samt með fljótari. Það er smá keppni í þessu líka. Ok. Herri, nú er eitthvað að fara að gerast. Ég hitti í þetta. Þú hittir ekki fastest finger. Það var ég? Nei. Af hverju ég það með 2 takeover? Af því að þú náður, sorry. Ég held að það var ég. Nei, ég held vitlaust. Fastest finger. Herri, ok. Ég átti að vera þetta með fljóta. Mér finnst þú grafíkin ágætt, sko. Þetta er flott, sko. Þetta er mjög flott, sko. What do you think? Hvað er hérna... Þú getur sagt eitthvað, Er þetta ég, eða? Nei, þú getur... Hvað er það? Ætlar að henda mér bara upstairs? Nei, ef við ekki vera stick together, eða? Hvað viltu? Jú. Nei, við bara ekki... Þú ætlar að henda mér bara upp? Já, með því. Bara ekki málið. Þið er alveg saman með mig. Nei, ég meina, það er ekkert að gerast niðri, sko. Ég held að kona er... Hefðum við átt að setja stick together, eða? Ha? Þú finnur kjallara eitthvað. Ég veit ekki hvað það var. En þetta er lítið. Heyrðu, ranskot. Þetta er þú? Nei, þetta er eitthvað. En við erum báðir í þessu, við erum bara að fylgja sögunni. Ég er uppi, sko. Nei, við erum báðir, við erum ekki einhverju karaktera, sko. Heyrðu, hver er þarna? Halli Hanski mættur, hann er að fara að skjóta eitthvað. Heyrðu, bítu. Hann er þarna, sko. Já, ég veit það. Ætlar þú að fara inn, eða? Ef við ekki vera rólega það. Já, við öllum sammála í þessu. Hann drepur þessa konu núna þegar við erum að bíða, sko. Nei, kemur okkar maður. Hjálpar hann. Nei, hann heyrir ekki. Heyrir hann ekkert? Jú, hann er að mæta það. Nei. Þú skilur ekki leikinn, Tryggvi. Nei, hann er mættur með þér. Já, hann er mættur. Wow. Ok. Við þurfum ekki að skjóta, sko. Við þurfum ekki að skjóta. Think before you shoot. Já, við þurfum ekki að skjóta. Erum við ekki shoot first, ask questions later? Ég veit ekki, við skulum bara sjá til. Hann er að fara að ná í byssu, sko. Við erum að fara að skjóta hann. Tryggvi, skjóta hann. Ætlar ekki að skjóta hann, eða? Skjóta hann. Hann er að fara að ná í byssuna. Nei. Tryggvi! Hann er ekki að fara að gera. Tryggvi! Peacemaker. Sjáðu. Ég myndi frekar að segja bara að hann vann. Aumingjabikarinn. Hvað? Á hverju skutum við hann ekki? Hvað ætlar að gera? Ég myndi segja ekki fara að æsa upp aðstæður. Ég fer í calming. Þú vilt skjóta hann og svolítið taka í róli? Já, núna er ég bara hér og áttum hérna, skil. Þú veist hvað ég er erfitt að bregðast undir í pressu, sko. Ég veit þú skilur það rétt. Heyrðu, hættu að horfa á byssuna. Trigger for this choice. Trigger! Hvað er það að velja sjálfa þig? Þú er að velja. Freeze eða it's over, sko. Hvað ætlar að gera? It's not worth it. It's over. Skjóta. Já, verður stiltur. Ekki gera neitt. Wow, maður friðarins, hvað er pípan? Friðarpípan? Ég var commanding. Tók stjórn á aðstæðum. Þú tekur alltaf stjórn á aðstæðum her. Sérðu? Ástandi er að slakna. Þetta hefði ekki getað farið betur. Lét enginn lífið... Trapper? Þetta er mjög cool. Þetta er mjög gott, sko. Heyrðu, ég var svolítið spenntur, sko. Ég var kjærslátt og ég veist ekki hvað ég ætti að gera, sko. Ég trú ekki að þessi aðstæður að venda vel með okkur vinnstjórn, en af því að ég fekk að taka svona stærstu ákvörðuna, þá endaði allt vel. En ég myndi að svo geta 6 verið að spila í einu. Ég myndi að búin að fá sér 2-3 kalda og allir fara að taka einhverja brjálaðar ákvarðanir, sko. Ég held að það verði mjög gott, sko. En leikurinn sem gengur út á þetta, gengur út á að bara taka svona stjórnina, spila í gegnum þetta. Ég held að sögurþráðurinn séu nokkri klukktímar og svo getur maður líka að fara í comparative mode, þá er maður eitthvað að keppa og reyna að ná stigum og geta unnið. Þannig að það er það að spila þetta svona á ýmsan hátt og svo eins og því, bara hvaða snjallsími sem er, getur verið iPhone eða Android eða spjaldtölva, getur maður bara dottið inn, það er búið að dæma kallinn. Þetta lítur mjög vel út. Já, lítur nefnilega vel út og þetta eru gaurinn sem gerðu Until Dawn, sem er nú einn af mínum uppáhaldsleikjum. Það er erfitt að gera svona kvikmynda tölvuleik. En þeim mér finnst þið vera að takast þetta ágætlega hérna og gera það í Until Dawn mjög vel. En þetta er náttúrulega bara svona skemmtilegu partíleikur.
Þannig að hvað myndirðu segja? Er þetta ekki eitthvað sem að þú væri til í að spila áfram í gegnum? Bara 100% sko. Og ætla að gera. Já, ég var allavega, ég fann fyrir svona hjartslættum, mér fannst ég vera in control. Já, þú veist. Ég tók reyndar nokkrar aula ákvarðanir, ég viðurkenni. Já, en það gott að þér leið vel. Já, og ég viðurkenni það. Ég er maður til að, ég er með nógu stórt hjarta til að viðurkenna bara. Slæmar ákvarðanir. Já, þú veist, ég hef tekið fullt af slæmum ákvarðanir, Tryggvi. Já, ég veit. En ég er spenntur. Eins og að fá því í þáttinn. Ég veit að það var gott. En þetta er leikurinn Hidden Agenda og við hvetjum ykkur til að prófa þetta playlink-dæmi. Þetta er gott, við erum að prófa nokkra og við erum að fíla það. Ég er svo ánægður með það, þetta er komið sko. Einfalt og gott, ódýrir leikir, þannig að bara ef þið viljið koma á partíun á annað stig, þá mælum við, þetta er eins og svolítið bara eins og við erum borðspil. Þessi leikir. Ég veit það. Þetta er svona bara samt meira stuð. Nefn að þú þarft ekki að, þú veist, tína teiningnum og út af þegar þú bara tekur í símaðinn. Easy going. Þetta er bara allt þar. Who's the most trusting? Það er næsta ákvörðun. Þú náttúrulega velur sjálf að þetta er náttúrulega hrikalt þegar við tveir, sko. Ég veit það. Já. En allavega, Hidden Agenda, mælum með þessu dýri og kynnið ykkur playlink-seríuna. Þetta er svolítið, við Sony að fara þarna loksins í svona. Það er að koma vel úr þessu. Þetta er góð átt. Ég ánægður með þetta.